Byltur eru ein algengasta óvænta atvik sem við lendum í hérna á hjartadeildinni og Landspítalanum reyndar öllum. Og við höfum hérna á hjartadeildinni verið að vinna markvisst í að auka öryggi sjúklinga og efla byltuvarnir og innleiddum á síðasta ári verklag byltuvarna og hluta af því núna höfum við fengið þessar skemmtilegu nýjung, tæknilausn í að efla eftirlit með sjúklingum. Þetta KOMEA-kerfi og erum prufudeild fyrir það núna í 2 mánuði. Kerfi virkar þannig að það nemur hreyfingu sjúklings í rúmi og sendir boð síðan í bara síma starfsmanns. Bæði hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar með síma þar sem þeir geta stillt inn vöktun fyrir hvert sjúkling og það eru 3 stig, mismunandi stig á vöktun eftir hversu nákvæmlega þú vilt vakta sjúklinginn og þegar hann þá fer á stað, stendur upp og ef hann í hættu að detta og ef það rétt stillt þá kemur boð í síman og þá getur starfsmaður farið strax og athuga með sjúklinginn. Þá náttúrulega erum við fljótara stað til þess að fara og grípa sjúkling, stöðvan í að fara fram úr rúminu eða þannig að við erum að koma í veg fyrir að við komum til detti mögulega eða allavega að koma kannski í veg fyrir alvarlegar afleiðingar af byltum. Við á Stafrænni framþróun erum alltaf að leita leiða til þess að nýta tæknina, til þess að styðja betur við starfsfólk og auka öryggi sjúklinga. Og þetta verkefni er svona liður í því og virkilega spennandi og vonandi munum við sjá fækkun í byltum og minni þörf á yfirsettum á deildinni og bara aukið öryggi fyrir bæði sjúklinga og bætt starfsumhverfi starfsfólks. We are working with a 3D radar sensor, so it's based on radar. Our system is detecting moving points. For example, if there are over 100 million moving points, our sensor is detecting. And we're sending this moving points to a cloud. They are algorithms based on AI, and it depends on what the nurses choose to monitor the patients. They get the notifications. It helps to prevent falls, of course, first of all, and we also help with our system the staff to make the proceeds on the wards better, to plan their visits to the patients better, and to be more efficient. And all this monitoring we're doing without any data or any personal data, so it's absolutely anonymous. So we are not able to get any personal data. We are working on a lot of other functions. And we see that there are a lot of possibilities. Þetta svona tilraunaverkefni sem við erum í núna og erum búin að vera með í gangi í mánuð. Þar sem við erum að prófa þetta rafræna vöktunarkerfi fyrir sjúklinga og það verður bara virkilega spennandi að sjá hvernig það reynist og hvort þetta sé eitthvað sem við viljum halda áfram með og jafnvel prófa á fleiri deildum.